Komið í sæl og gaman að sjá ykkur all. Við frænkurnar Anna og Guðrún, við ætlum að reyna ykkur á minningar frá æskudögum í Eyjum. Og við erum alltaf að skemmt okkur vel við að rifja þetta allt upp og ég vona að þið hafi gaman að þessu líka. Og við erum sem sagt tínt saman minningabrot sem okkur kær og svona spannabrot af upplifun okkar af mönnum og málleysingjum. Og ég fann 16. desember 1949. Þetta með eðalárgangi, það ekki? Og ég fæddist á Faxastíg 6 í Bethel. Og þar fæddist að Guðni bróðir mig seinna á 1953 og ég bjó í Bethel þangað til árið sem að Simmi, litli bróðir mig, fæddist og það var árið 1957. Og það er gaman að segja frá því að hún Ella Halldórs sem rak verslunina Önnu Gunnarsson, hún hélt dagbækur í mörg ár. Og á fæðingardaginn minn þá stendur, ég á sagt að hún Ella var föðursystir stóra, það getur sittur hérna á græjunum. Og það stóð, á fæðingardaginn minn þennan dag, 16. desember, tókum upp Siss og Damask í kvöld og erum spenntar hvort það verður rifið út því allir eru orðnir víðarausi. Það sem sagt í fornöld og jörður. En daginn eftir stóð í dagbókinni seldum Sissir og mikið að gera. Mikill samgangur var á milli bræðranna, Óskars og Einars frá Arnarhóli og við Anna við ólust upp meira svona svo systur. Og einhvern tíma þegar ég hringdi heim til Önnu þá svaraði Axel sonurinn og hann sagði Mamma, þarna frænka sem annars svo systir hún í símanum. Þeir bræður voru miklir vinir og nánir og þeir töluðu saman daglega. Og samskipti náttúrulega þeir bjuggu báðir í Eyjum og síðan þegar pabbi flytti til Reykjavík og þá var það alveg helgistund þegar þeir Óskar bróðir hringdi eða hann í Óskar og það var mikið rætt og spjallað. Og það var þeir voru sem sagt miklar skoðanir á mönnum og málleysingjum og málefnum og pólitík og það var mikið leita til þeirra bræðranna eftir stuðningi og það var alltaf mikið gestagangur, við ólumst upp við það við Anna. Það var alltaf gestagangur á heimilum okkar á Faxastíg 2B sem í daglegu tali var og einungis kallað 2B og Arnarhóli. Og það var einnig mikið samskipti við önnur systkini sem frá Arnarhóli og fjölskyldu þeirra. Já, ég heiti Anna og fædd 21. desember 1950 og í dagbókinni hennar Ellu Halldórsdóttur. En þá skrifa hún ekkert að gera í búðinni í dag vegna þess að það allir í matarvörubúðinni, það komu appelsínur. Og daginn eftir þá skrifa hún við erum eiginlega uppiskroppa með leikföngin. Jólin var að koma og öll leikföngin voru að klára. En svo ég haldi áfram með bræðurna, fyrir okkar, að þá var ákveðið saman útgerð átti bátinn Gæfuvaffe 9. Og það þótti nú ágætt að vera borð hjá þeim vegna þess að það var aldrei róa á sunnudögum, algjör lúxus, og þeir virtu hvíldardaginn og það höfðu allir jafnan hlut. Þannig að þetta er svona það sem okkar arfleifð. Og við ólumst upp við ákveðnar lífsskoðanir, það var bara bænar, borðbænir og fleira. Og mannkærleikurinn var mikill og það að allir menn væru jafnir en ekki væri dreginn í dilka. Pabbi sagði stundum, ég ekkert ómerkilegri forseti Íslands. Það var alveg samfæðing sammála því. Það var fjölbreytt tónlistarlíf í Bethel og það var stór hlutalíf okkar. Mæður okkar spila bara á hljóðfæri og það var líka mikið tónlist í sunnudagaskólanum. Og flestir sem komu sunnudagaskóla í Bethel eftir þeir höfðu stjörnirna, mig og þig, og það var mikið svona músík og við vorum að heyra það að fólki finnst það stundum heyra í lögum hans Oddgeir Kristjánssonar arfleifð frá tónlistinni Bethel en foreldrar hans Oddgeirs voru stofnendur Hvítasunnuhússafnaðarins. Og
í sambandi mæður okkar að þær, sko, við erum 5 systkini og þið eru 3 andssystkini, en þær voru bæði einkabörn, báðar einkabörn og höfðu lifað svona rólegu lífi en síðan giftast þær bræðrum og það verður algjör bylting. En það sem var, sko, við öðlumst upp við það að þær trúa í báðar að þetta eilíft líf, við öðlumst upp við það er okkar anleið, en það var auðvitað börnin sem voru fyrst og fremst það sem að líflega snerist Við vorum svolítið að svipuðum aldri, ég og Þorsteinn og Gísli vorum öll fædd á sama árinu og svo var Anna árinu seinna og Snorri 2 árum seinna og þá voru þetta haldið barnaafmæli, mikið líf og fjör og það var bæði Arnarhól og 2 B og hluti af því var að mæður okkar tóku í hljóðfærin og það voru óskalög. Við fengum að velja okkur lög og í afmælinu mínu 1 ári, það var náttúrulega í desember rétt fyrir jólin og þá mátti ég velja fyrsta lagið og ég valdi að sjálfsögðu Heimsum ból. Næstur í röðinni að velja var Þorsteinn Óskarsson, stórfrændi minn og hann var nú ekki mikið að flækja málið, hann valdi bara Helgur Jón. Samfélagið á Faxastíg var afar fjölbreytt. Þetta er ekki stór gata en mjög lífsgrúður. Þar bjó fólk sem elska okkur krakkana og einu sinni hafa bankar á dyrnar á Faxastíg 2 B. Og mamma frétti dyra og það úti fyrir stendur móðir alveg úr nágrenninu, móð og másandi og hún segir, strákurinn þinn heima? Nei, hann út að leika sér. Strákurinn minn, hann var að koma heim og sagðist hafa hent strákminn í sjóð. Og þær störðu augnablik hvora aðra og mamma reif kápuna og þær hlupu bara út af því það var hvorki bíllinn sína á heimilinu og voru byrjað að hlaupa niður Faxastíginn og mamma kom svona hittur og þá kemur akkurat bíll fyrir hornið með peyjan, hálfgrenjandi og rennandi blautan í skottinu og þá vildi svo vel til að sko honum var hent í sjóinn en það kom trillukall siglandi akkurat fyrir hornabryggjunni og sá gjörninginn og öll veittunni og svona. Þannig að það var ýmislegt sem gekk á. Okkur krökkunum á Faxastígnum var allsstaðar tekið og það var aldrei dauðatími. Það var alls konar leikir og síðan ef eitthvað stóð til að fara í heimsókn í Bólstaðahlíð til Ingibjargar eða fara í Hruna eða í bílferð út í Stórhöfða með Óskar Matt og Vörubíl að þá hvernig maður alltaf að koma hér og þetta voru svona ógleymanlega ferðir. Síðan sko svo skemmtilegt með Faxastíginn að byggingarstílinn er eins og í Svíþjóð þar sem allt er eins. Það er mjög fjölbreytilegur byggingarstíll og þetta er nú Guðbjörg á Faxastíg 6A sem var fyrsti Þórarins Óskarsmark sem fór með okkur, hún er ekki stóð það, en það er eiginlega önnur mynd sem ég vil fá að sjá þarna. Já, það er sko, það er yfirleitt svo lítill garður fyrir framan húsin en stór garður fyrir aftan húsin, það er svona venjan og þetta er líka á Vatnsmýrarbrautinni. Og síðan er sko kryptað fólk húsið sín mjög vel. Við erum búin að ferðast til nokkurra landa í veröldinni og ég man ekki eftir að hafa séð neins staðar annar staðar bleika stétt. Ég held að hjá Rósu Drumbar sem bjóð á Ásóði. Sko, börnin eru yndislega, þetta eru bræðrabörnin mín, en það er aðalega sko málingin og stéttin. En við Faxastíginn bjó vinnusamt og hugmyndaríkt fólk. Á Faxastíg 1 bjó þýski konsúllinn, á Faxastíg 2 var netagerð, á Faxastíg 4 á Brekku bjó á fyrstu hæðinni sambýhjónin Helga Jónsdóttir frá Engey og maðurinn hennar Einar Hannesson frá Hvoli ásamt börnum sínum. Helga, hún ræktaði án efa fallegustu rósurnar Faxastíginn og hún átti reyndar ekki langt að sækja vegna þess að í Engey ofar á Faxastígnum ræktuðu foreldrar hennar birkiskóg
eftir því, sem var á bakvið Engey. Og síðan má ekki gleyma því að á Höfðabrekku að þar var einn helsti rokksöngvari bæjarins, Svenni Tom. Tónleika á Öryggisvelli. Jú, hann gerst tónleika á Öryggisvelli. Á miðjan á Brekku bjuggu þau samtal hjá Friðbjörg Tryggvadóttir hjúkrunarfræðingur og Gísli Friðrik ljósmyndari sem tók myndir og litaði þær. Það eru örugglega margir hérna sem eiga myndir eftir Gísla Friðrik. Þetta myndan Ásdísi hérna, vinkona okkar, Já. og biður kveðju og við fengum leyfi frá henni til að segja frá Sögunum. Við þá varum ekki öðru. En hann Gísli, hann hérna, ég sá mynd eftir hann á svona fornsölu í Reykjavík og hann sagði mér maðurinn sem rak forsöluna ef það kemur inn mynd eftir hennar mann þá selst hún strax á góðu verði. En heimasætan sem sagt, hún Ásdís Anna sem var yngst af 3 systkinum og elstu var hann Hrafn, eða Krummi Jónsson sem tannlæknir og ykkur kannski mun eftir honum að færi til hans og í miðjunni var hann Örn Tryggvi sem lést aðeins 16 ára á stríðsförum. Þegar Krummi kom til Eyja í frí, okkur fannst þetta svolítið merkilegt að Ásdís átti stóran bróður sem var í skóla upp á landi og svona, þá tók hann alltaf með sér trompet og síðan hóf hann að æfa í herberginu á Brekku og það var náttúrulega, þetta var svona Þorskala timburhús, þannig að það glumdi svo í afgrenninu og uppáhaldslega hans Krumma var Sherry Pink. Við náðum því miður alltaf að horfa framan en hann hélt mjög lengi síðasta tónin hann eftir. Við sáum hann alveg í andal fjólubláðinu. Mér það minnist að þegar að móðir mín lést aðeins 37 ára gömul, 1963, þá var hún Friðbjörg á Brekku, fyrsta manneskja sem kom og bankaði á Arnarhóli og bauð fram aðstoð sína. Og það vildi ég alltaf og mun aldrei gleyma. Ásdís var með stórt forstofuherbergi og það var svona okkar annað heimili. Anna alltaf þurfti að búa við það að búa með öllum þessum bræðrum sínum og það var Arnarhóli, ég var bara með pínlítið herbergi en Ásdís, þetta var svo bara hjá prinsessu herbergi en Ásdísar. Og hún hafði erft segulbandstæki eftir hann Örn Tryggva bróður sinn, þannig að við vorum ofsalega heppin að við gátum hlustað á Presley, Fats Domino og fleiri snillingar. Það var oft fjölmennt í herberginu en Ásdísar. Eitt sem þá var bankað Gísli Friðrik á hurðina hjá Ásdísi, svefnherbergi hans var hinum megin við vegginn. Og hann var sko alltaf svona mjög ljúfur og blíður maður en í þetta skipti var hann orðinn ansið þreyttur og bað hann að vinsamlegast að lækka í græjunum hvað hann væri að spila Brandenburgarkonsertinn. En eins og ég sagði áðan þá voru húsin aðeins við götuna og þetta Brandenburgarkonsertinn kom frá nágrannanum. Svo gátum við þarna okkur fannst allt svona skemmtilegt, við vorum á þeim aldrei það sem allt var svo fyndið og við heyrum að það er bankað á dyrnar og við sjáum að það er Runi og Kannari og það var búið að vera sko gelmuvertíð og það var búið að vera selja gelmur á Hvassastígnum mörgum sinnum þessa viku og Friðbjörg fer til dyra og hún er svolítið þreytt, var góðinn og búið að vera mikið að gera og hún opnar hurðina og Runi segir er Gilli heima? Nei takk, engar gælur. Svo fékk Ásdís, hún fékk svona aðeins meira þetta við. Það var svona aðeins, það var keyptur flugeldapakki. Og á gamlársdag að þá var flugeldapakkin á eldhúsborðinu á Brekku sem var timburhús. Og það var svona, það var óbúslega freistandi bara að vita hvernig flugeldin væri. Þannig að Ásdís, hún kveikir í einu flugeldin inn í eldhúsið. En þá voru það óvart 3 flugeldir sem þeyttust eldhúsið og allir í stórhættu og enginn komst út. Gardínar meðal á neitt.
og inn í það kom svakalega reykjarmökkur, brennvítislykt og í mökknum þá heyrist ertu brjáluð manneskja, það að drepa okkur? Nei, ég vissi að þetta allt í lagi, sagði hann. Gísli Friðrik, hann gerði samning við Tóta í turninum að selja fyrir sig myndir. Hann sagði svo við okkur eftir leikni sín að við mættum fara í turnin og kaupa okkur ísbúðing. Hann hafa sem svona að kalla hann ís. Það þurftum ekki að bjóða okkur það tvisvar. Við fórum á bókasafnið mjög oft. Í þá daga var ekkert sjónvarp og þegar maður var ekki út að leika þá var maður inn að lesa og Haraldur hann tók vel á móti okkur. Og þetta var fyrir tíma rennibrauta í sundlaugum og svona, en kannski muni eftir að bókasafninu þá var stigið niður, alveg ofboðslega vel bónaður. Og það var svona breitt handrið, lakkað með tré og þetta virkaði svo besta rennibraut og það var alltaf falla nokkra ferðir á handriðinu á bókasafnið til þess að fara svo í Tótaturn. En þegar við komum í Tótaturn þá vorum við fljótir átt okkur því að okkur langaði ekkert í ís. Maður fekk nú aldrei að fara svona að kaupa sér kók og pils í þá daga. En þarna sáum við okkur leik á borði, þannig að við fórum við svona næstu í daglega og það var kippt kók og pilsa. Við vorum ekkert að ræða það neitt meira og Gísli hafði ekki sett neinn tímamörk að þetta fyrir. Þannig að það farið nokkuð lengi daglega og notið. Og svo kom dagurinn að Gísla vantaði pening og hann skálmaði í Tótaturn og sagðist að vera ná hérna í afraksturinn og sölu myndana. Tóti tók eitthvað blað og reiknivél og sneri sig svo og segi Gísli minn, þú ert bara komin í stórskuld. En það er ekki hægt annað en að minnast hans Tóta, hann var yndislegur, góður og skemmtilegur og hann var svo fljótur að grípa tækifæri. Og í einu af þessum pulsuferðum okkar í turni, það var í hádeginu fullt af vertíðarfólki og allir að fá sér kók og pils eða samlokur og eitthvað. Og kemur Eyjagvöndurinn, stendur fyrir aftan allan hópinn stór og stæðilegur og kallaði Tóti minn, tennurnar mínar orðnar hreinar? Og eins og ekkert verið sjálfsagður að labbaði Tóti í bláa slottinu sínu með pilsintængina og opnaði slottinu og klæddi sig. Steri sér svo við og sagði, nei, það þurfa smá tími við það. Og hann verður að gerast eins og hann misti á einhverjum viðskiptum þegar. Það var eitthvað sem ökkur hljóðlega út af hægja. Það var eitt fallegt sumarkvöld að við frænkurnar vorum að koma annarkvort úr heimsögn eða að passa ykkur staðar. Við fórum nú ekkert oft svona í Austurbæinn en þetta kvöld áttum við leið þarna. Og við fórum fyrir Horni á Drífanda og löbbuðum þá fram hjá Litlabæ þar sem Tóti átti heima. Og nú bara vel í veiði fyrir okkur. Það var sko alveg hrúga lundum og ég frétti að seinna að Súli Jónsson hefði skil eftir lunda handa Tóta vini sínum. Nú það voru útisnúrum með mörgum snúrum á blettinum og klemmur á þeim öllum engi þvottur. Svo við frænkur læddum okkur upp tröppurnar og bárum lundan ennir á blettinn. Síðan voru tekni mjög snyrtilega og tekt út á og hengdar upp í klemmur. Og ég segi ykkur hvað þetta var tígulisjón. Við þorðum ekki Tótaturn daginn eftir, en þann næsta dag mættum við í turninn og þá sagði Tóti kíminn og svip, hvar voru þið frænkur í fyrrakvöld? Svo ég haldi nú áfram með Faxastíginn. Á Faxastíg 5 þá bjuggu Sigga frá Hruna og Óskar Björnsson. Óskar keyrir öskubílinn og með honum unnu 3 nágrannar, Finnur í Uppsölum, Gísli afi á Arnarhóli og Einar Ingvarsson. Síðan ef við förum aðeins vestar, þá var Brattland, þar voru seldar heimasmíðaðar klemmur á Ásóli, þannig að það sem bleikastéttin var. Þar bjó Rósa frá Drömbæ og seldi reittan lunda. Á Sólbakka, það er ekki lengur til það hús.
Þar bjuggu Guðmundur og Una Jónsdóttir skáldkona sem gaf út 3 bækur, málshættir, Vestmannaeyjaljóð og blandaðir ávistir. Una bjó til Jurtaseyri og þangað var iðulega farið þegar einhver fékk pest. Guðbjörg og Marínó ráku baðhús þar sem að vertíðamenn farið í sturtu og fleira og sjoppu, en hinum við götuna frá þeim var lítið maður með pípulagningaþjónustu. Síðan erum við að fer yfir kirkjuveginn og fer lengra yfir heiðaveginn og fer lengra yfir í nýju byggingarnar. Þar var Sigga Beik á númer 41 sem var saumakona og Gunna nágrannakona hennar á 43 gerði við nælonsokka. Á Arnarhóli þar sem afi og amma byggu og við fluttum síðar, þá var út á blettum var fjós, hlaða og fjárhús. Og við tókum virkan þátt í að hugsa kindurnar og því fylgdi og okkur minnist að töðugjöldin í ágúst, þá var alltaf að baka pönnukökur og það var búið að heyja og svona. Og þá fengum við að leika okkur í hlöðinni og þá kom að krakkastóða að farsendíknum að leika í hlöðinni, rosa gaman. Og svo áttum við að passa stundu þegar að vera smala rótlunum og hafdæmin á blettinum, þá áttum við að passa það hlýting út af blettinum. Og það gekk nú ekki alltaf þessi skildi. Einu sinni var okkur önnur stillt upp og við áttum að haldast í hendur frá hornin á hlöðinni og að Arnarhóli. Og passa að kindurna færi nú alls ekki út, það var mjög mikilvægt. Og þar sem við stöndum hann, ég man ekki hvað var hann gamlar, ekki mjög háir í loftinu, þá bara kom allar rollurnar á hlaupandi og ógnarhraða með hausinn undir sér og hoppandi í loftið. Og við sáum fyrir okkur stór slys framundan og hlupum öskrandi og æpandi sigur áttina og horfðum á eftir kindunum niður á Vestmannabraut. Og það var nú ekki blóta á Arnarhóli, en pabbi og afi voru ekki glaðir og við heyrðum bara hvern sjálfan eru það að gera? Kindurnar voru oft nefndar eftir krökkunum í götunni og ég man það best eftir hrútnum mínu sem ég átti og hann hétt Mari eftir Marinu Pípara. Ég hélt mikið upp á hennar hrút og ég átti svona í mjög nánu sambandi. Hann var út í skóra þá sem svo franski gluggar og vantaði 2 neðstu gluggana. Þegar ég kom heim úr skólanum þá kallaði ég hann og hann kom og rak snoppinn út og það var mjög innilega aðlátt. Jæja, svo kom að því að Mara var slátrað og ég borðaði ekki kjöt í heilt ár því að hann borðar ekki vínu sína. Já, ég ætla bara að skjóta í hérna inn að mamma var sko ekki par ána með Einar Má sinn þegar hann kom og sagði ég er búin að skjóta henni Sólveigu. Það er slátra. Við Anna vorum mjög vinsælar barnabíur og skannu engan undra. Hann Helgi Borgarhól, skólabróður minn og vinur, hann átti sko óteljandi marga systur sem átti þeim með fleiri barn. Og Helgi var stundum beðinn að passa og þá hringdi okkur og segði Steppur, vil ég koma í partí? Og það þýtti Steppur, vil ég koma að hjálpa mér að passa? Eins nýttu Kristín Ellabers og Krissi hæfileik okkar í að gæta barna þeirra. Og við myndum alveg eftir því þegar við vorum yngri á Faxastígnum að þá höfðu Sigga Jakobs á Faxastíg 1 og Kristín Ellabers búið í París, útbúið í París. Sem að gróf, þetta var stór París og voldu og hún var grafin það djúpt að Parísinn hún haggaðist ekki mörg ár og ég held að hún ekki horfið fyrir Faxastígurum á Malbygga. Mörgum árum seinna. En þær voru svo elskulegar, það leyfði okkur stelpunum, ég og Önnu Ásdísi stundum að vera með og þá átti, muni eftir þessu, þá átti hver sína kíf í skóabíladór sem að setja sand í og svo var þessu hent í Parísinn. Þannig að við gáttum endurgótt í Kristínu þetta. Það er ekki hægt að minnast æskuáruna án þess að minnast á Ymbu Jónsson sem bjó í Ásnesi við skólaveginn. Mamma Áslaugar, jafnöldru okkar, núna. Og hún rak fyrst blómabúðana í kjallarann á Ásnesi. Það var svona 3 tröppur niður og það var ævindir að koma inn í búðina. Það var alls konar dót og allir blóm og alltaf létt og skemmtilegt að koma þarna inn. Eitt sinn fyrir jólin þá lág tilbúinn svona grenibúnt
fyrir utan hurðina úti. Og ég kem þarna og tek upp og einhver segir 500 krónur Anna mín, gerði svo vel. Næsta kona sem var eftir mér, það var kona sem nýflutt í bæinn, félagsráðgjafi, fyrsti félagsráðgjafi sem kom hingað til að vinna og Imba var ekki alveg búin að taka henni sátt. Þannig að þegar hún á að borga þá var það 1000 krónur. Konan rak upp stóra augu, en Imba horfði bara beint fram og sagði, næstu gjöru svo. Imba var skemmtileg og dásamleg manneskja. Hún átti heimili, það var svona smá smekkur af öllu sem hafði komið í búðina þetta var á heimilinu. Og það sem að mér þótti svo flott var að sko, ef mikið ekki er í búðinni, að þá átti hún til að segja við Áslaugu, eigum ekki bara að hafa kokteilávist í kvöldmatinn. Þegar litlis kokteilávist, þetta var munaðarvara sem var bara á jólunum heima hjá mér. Það var eitthvað báturverðar í Siglandi. En svona í lokin, þá ætlum við að nota orðin hans Óla Kopa, vinur okkar og nágranna, sem hann sagði á Heimaey er fjölskrúðugt og litríkt mannlíf. Á Faxastígnum og Skólaveginum bjuggu í sátt og samlyndi aðventistar, hvítasunnumenn, kaþólikar, þjóðkirkjufólk, trúleysingjar og þeir sem töldu stjórnmálastefnu lausn alls, tilvitnun lýkur. Við erum stoltar að vera Eyjafjarðarstelpur.